Hann heiðarlegur, víðsýnn og býr yfir miklum kærleika, segja aðstandendur og kunningjar Ara Trausta Guðmundssonar sem sækist eftir embætti forseta Íslands. Hann sagður hafa endalaust dálæti á íslenskri náttúru og situr víst aldrei auðum höndum. Helga Arnardóttir kynnti sér hvaða mann Ari Trausti hefur að geyma. Ari, hann svona rólegheitta maður, fastu fyrir sínu, myndi ég segja. Svona hreinn og beinn. Hann mjög fróðleiksfús. Það kannski í raun og veru hægt að segja að nafnið hans lýsir nú svolítið. Þú veist, Ari hann náttúrulega með þetta tignarlega arnarnef og nánast konunglegt. Það ekkert, engin sýndarmennski í gangi þegar hann annars vegar. Og svo eitthvað svona traustvekjandi í far hans. Hann hefur svona rólega og yfirvega fas. Hann hefur það sem kallað æðruleysi og hann hefur mikið af því. Já, það verið að lýsa Ara Trausta Guðmundsinni, jarðvísindamanni sem hefur boðið sig fram í embætti forseta Íslands. Ari fæddur 3. desember árið 1948 og næst yngstur af 5 systkinum. Listamaðurinn Erró elsti bróðir Ara en þeir eru samfeðra. Faðir hans var Guðmundur frá Miðdal, listamaður og fjallagarpur með meiru og móðir hans var hinn þýska Lídia Pálsdóttir sem einnig var mikill listamaður. Við náttúrulega samrýndir. Það náttúrulega ekki það mikill munur á okkur, náttúrulega þegar vorum yngstir þá þetta var munur en svo bara eftir því sem að árið lið þá hefur verið mjög góðir vinnir og erum þenn mjög góðir. Ari gekk í miðbæjarskólann í æsku og lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum í Reykjavík 1968. Hann lauk svo kand.mag.prófi í jarðeðlisfræði frá Háskólanum í Oslo 1973. Auk þess tók hann margvísleg námskeið í jarðvísindum við Háskóla Íslands. Þegar við vorum krakkar þá var bara alltaf farið út í náttúruna og verið að tína grjót og skoða náttúruna, skoða fuglalíf og fleira. Þannig ég held að þetta hafi byrjað bara alveg mjög snemma, já. Óbyggðirnar kalla og ég verð að gegna þeim. Helga Guðrún Johnson starfaði með Ara á Stöð 2 í allnokkur ár og skráði meðal annars ævisögu móður hans Lídiu Pálsdóttur. Ari á ekkert langt að sækja þessa ástríðu fyrir landinu og fyrir náttúrunni. Hann náttúrulega kominn af fólki sem ég myndi telja að hafa verið einhverjir frumkvöðlar á þessu landi í svokallari útivist eins og við þekkjum hana. Það að segja að fara skíðandi niður brekkur og ganga fjöll og í talningum jökla. Þetta gerðu foreldrar hans á tímum þar sem að enginn fór þetta. Þú eina hjartans yndið mitt. Ari Trausti giftur Maríu G. Baldvinsdóttur sjúkraliða og eiga þau saman 3 börn, Huldu Sólilju, Huginn Þór og Helgu Sigríði. Ari og María eiga 3 barnabörn. Hann mjög góður faðir, hann mjög hlýr og áhugasamur. Hann tekur virkan þátt í að okkar lífi og hefur alltaf gert. Og svo hann auk þess mjög góð fyrirmynd fyrir bæði okkur systurnar og bróður okkar því að þau mamma hafa alltaf hugsað heimili í sameiningu. Flest ekki við Ara Trausta vegna starfa hans en hann með fremstu jarðvísindamönnum hér á landi og hefur skrifað ógrynni bóka náttúru Íslands. Hann var einnig daglegur gestur á heimilum landsmanna í rúman áratug frá 1989 til 2002 þegar hann var veðurfréttamaður á Stöð 2. Komið í sæl og blessuð aftur. Það ekki lát á þessu rúðu þurrku veðri hér vestan og sunnan til á landinu. Áskaplega þægilegur í umgengni og svona pottþéttur starfsmaður. Hann er svona nákvæmur og aldrei eitt vesen. Og svona virðist fátt getur koma nú jafnvægi sem reynda kosti þegar þú vinnur á fréttastofu. Það sem mikill hávaðalæti. Ari hefur starfað mikið við kennslu en einnig unnið við dagskrárgerð á Stöð 2 og RÚV og sinnti þar hugðarefnum sínum, náttúru Íslands og öllu sem henni fylgir. Nútíma lífsáttum okkar Íslendinga fylgir margvísleg efnamengun. Í þessum þætti ætlum við að kynnast efnamengun í lofti á Íslandi og efnamengun í frárennsli. Hann kemur svona inn í líf mitt sem svona meistari háfjallana og kennir mér allt það. Hvernig maður nálgast og gengur á þessi háu fjöll og þannig að það var mjög happafengur fyrir mig að kynnast þessum manni. Ari einnig öflugur rithöfundur. Hann hefur ritað á 4. tug fræðibóka nær allt sem tengist náttúru Íslands en eftir hann liggja einnig fræðigreinar, 5 skáldsögur, smásagnasafn og 5 ljóðabækur. Ari mjög ljóðrænn. Hann yrkir dálítið, það stundum eins og dagbók. En það sem mér finnst fallegast hjá honum það þegar hann að lýsa náttúrunni. Þar málar hann alveg gríðarlega fallega. Og hann á hann framtíðina fyrir sér sem málari? Það eiga það allir sem vilja,
ef þú tekur þér pensil í hönd þá er framtíðin þín. En hvernig sjá aðstandendur Ara hann fyrir sér sem forseta? Ég sé hann fyrir mig sem mjög alþýðlegan og hlýjan forseta. Mann sem að myndi beita sér innan við. Mest myndi ég sé hann þannig að hann myndi einbeita sér mest að því að reyna að auka bjartsýni, reyna að efla nýsköpun og atvinnulíf og landsbyggðin blómstri. Ekki það að því að aðri sé eitthvað slæmur, heldur einhvern veginn hefur hann það hér og nú sem mér finnst okkur vanta svo mikið. Það er að geta saminast mann sem getur saminað okkur. Já, ég sé hann fyrir mig sem mann sem langar að gera gagn og láta eitthvað gott þess leiða fyrir landið. Hann þekkir náttúrulega, eins og ég sagði, bæði mjög vel til landsins og hann hefur mikinn áhuga á þjóðmálum. Ari segist sjálfur ekki hafa komið nálægt pólitík í tæp 30 ár, en hann var hins vegar pólitískur á yngri árum eftir Noregsdvölina og gegndi formannsstöðu í stjórn einingarsamtaka kommunista hér á landi frá 1973 til 1983. Samtökin voru lögð niður það ár. Hann tilheyrir ekki neinum svona valdablokkum eða hagsmunahópum. Hann er maður sátta. Hann er ekki pólitískur eða flokkspólitískur, hann hefur þetta skoðanir, en hann er engan hátt tengdur pólitíkinni í landinu í dag og það held ég sem mikill kostur. Síðan hefur hann til að bera alla þessa þætti sem menn þurfa að hafa til að valda þessu hlutverki. Við erum að tala menntun, við erum að tala starfsreynslu, við erum að tala víðsýni og svo bara hvernig hann er sem manneskja. Það pólitíska hlutverk sem við þurfum núna fyrir forsetaembættið er að embættið stígi út úr dægurþrasi og verði þessi klettur í hafi sem við getum hallað okkur að í þessu kraumi og óeiningu sem einkennir samfélagið. En hverjir eru helstu kostir Ara? Ari er í raun og veru mjög svona traustur og góður maður, held að sjá þetta að segja það. Og hann hefur svona lag á því að umgangast fólk. Ari er náttúrulega fræðimaður, hann náttúrulega þekkir Ísland eðlilega svo innviði náttúrulega betur en sjálfsagt bara flestir Íslendingar. Mér finnst helstu kostur hans vera heiðarleiki. Hann er það sem hann stendur fyrir og hann er maður sem er ekki til sölu. Hann skiptir ekki skapi. Hann er alveg óboðslega mikið jafnægjað. En einu sinni brjálaðist hann við mig. Þá hafði ég stólist að fara á strákareiðhjól. Ég hafi verið 7-8 ára sem ég náði ekki niður á svona með stöng út á Gnúðarvog, ekki á gangstéttinni heldur út á götu. Og hann kemur fyrir hornið og sér það sem ég dett út á götuna og vörubíll stoppar meter framar og hann gjörsamlega tjúlaðist. Bara rauk að mér og reif mig upp á hjólinu og hundskammaði mig og það var eina skipti sem hann hefur virkilega reiðst, en strax á eftir auðvitað þá tók hann utan um mig og kyssti mig og faðmaði en þarna varð hann svo hræddur þarna sá hann bara fyrir sér líklega að dóttirinn væri að lenda fyrir framan vörubíl og þetta er eina skiptið sem ég síðan reiðast. Hann hefur fullt af kærleik, hann hefur mikla mennsku í sér sem svona skín í samskiptum við aðra. Er hann húmoristi? Já, laumu húmoristi. Þú þarft að þekkja hann svolítið vel til að skilja hann. Hann er svo fróður og hann er bara mjög vel gefinn og vel lesinn, þannig að líklega geta líka alveg sporið nafni Ari fróði. En varla er Ari gallalaus, hverjir eru gallanir? Hann getur stundum verið einstrengingslegur. Ég var bátt með að sjá hann missa sig til dæmis fyrir svona sjónvarpi yfir einhver fótboltaleik. Hann er ekki þannig típa og ég myndi ekki setja hann hárkoll og gervitennur og láta hann sprella á ásatíðinni. Hann er bara einhvern veginn ekki þannig, en það þarf ekki endilega að vera galli. Það er bara ekki eins og hinir vilsingarnir. Það er engin dramatískur galli sem hangir á honum. Hann hefur kannski, það sem ég finnst kannski galli við hann er að hann hefur kannski ekki sama húmór og ég. Hann er kannski á annarri skoðun en ég. Og svo er hann dálítið mikill kennari, stundum finnst mér hann svona einum of, ef þú spyrir Ara hvað klukkan er, þá er hann alveg tilbúin bara að fara að kenna þér á klukku, Það sem mér finnst og hefur oft þótt dálítið þreytandi, það er að hann stoppar aldrei. Hann er alltaf að. Hver einasta mínúta skiptir máli.
og hann og þetta sko það fer aldrei neitt til spillis hjá hann. Það er ekkert til sem heitir letikast hjá Ara Trausta? Nei, það er ekki í hans orðaforða. En ef það myndi skapast þrýstingur á hann til að synja umdeildum lögum staðfestingar til að mynda og vísa til þjóðarinnar, er hann nógu sterkur til að gera það? Ari Trausti. Ég myndi þora að hanga í línu fram að hengjuflugi og hann á hinum endanum, þó hann væri með hníf. Ég myndi, þetta er maður sem ég treysti fyllilega undir mikilli pressu að taka yfirvegaða ákvörðun af skynsemi og sterkri dómgreind.